Sælir hlustendur góðir og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem er kallaður Óli Tölva því að hann sérgreinir þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sínum hugmyndum varðandi gervigreindina og við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið. Og bara velkomin, Ólafur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég einmitt sá á Facebook-síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrænar útfærslur með gervigreindinni. Og þar, sem við erum kannski mörg hver hræddust við, það að það sé verið að plata okkur. Og síðast í gær, ég inn á svona hjólagrúpu, sendi eitthvað ofboðslegt hjólastönd og svo kom einhver og sagði að þetta ekkert að marka, þetta gervigreindin. Þannig að þar erum við svona svolítið, tvístígandi, að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfengleika í lífinu. Hvað segir það? Þetta rétt hjá þér að gervigreindin orðin að þetta ansi öflugt verkfæri til þess að búa til tónlist, búa til ljósmyndir eða vinna með myndir, jafnvel myndbönd, vídeó og mér persónulega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeóm inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur haft svolítið gaman að þessu. Þetta svona, ég sé þetta fyrir mér að ég persónulega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað, finnst þetta jafnvel eitthvað hálf hallærislegt en það finnst mér jafnvel það svona partur af gríninu í þessu öllu saman. En svo verð ég nú að játa það, mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnvel Instagram að þetta orðið svo ofboðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir hreinlega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og eru kannski tvístígandi með það hvort þetta sé gervigreind tala nú ekki þegar jafnvel einhverja svona falsfréttir það verið að nota hana rosalega mikið í dag á samfélagsmiðlum og TikTok að þá að sjá alls konar atburðir sem að gerast kannski út í heiminn sem bara ekki réttir. Eins og bara fréttir frá Íran og svona, það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dótið. Þetta neikvætt og leiðinlegt. Og það kannski viðkvæmar sálir sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti í rauninni ábyrgð samfélagsmiðlana mætti vera það svo að merkja myndböndi. Það hægt að nota jafnvel gervigreind í það að það sem að setja inn sé vottað eða eyrnamert gervigreindar og áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið. Og ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndundum mínar að það séu unnar í gervigreind svo að það sé bara ekkit vafaatriði. Því að stundum þetta svo flott og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnin í gervigreind og það eru bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega bara þetta skemmir einmitt fyrir okkur varðandi það að það tekur ekki verið að taka fallega mynd af sólarlagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðveldlega með gervigreindinni. Það bara svo. En ég svo sem nenni ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gagns og gamans. Segðu mér þá, hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á? Tækifærin á mjög svona breiðu sviði. Við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinnsluna. Nú síðan það bara svona almennt í textavinnslu. Það að segja að við erum að nota sem mállíkon sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem eru kannski ekki eins mikið notið eins og Grok sem frá Elon Musk. Akkur kallar þetta mállíkon? Gervigreindin kannski svona víðtækast orðið í þessu en þessi tæki eða þessar síður sem við erum að nota, hvað sem hugbúnaðir eða síður, að þá þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku. Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku
eða hvað, akkur má? Bara, þegar þú ert að nota þessi verkfæri eins og ChatGPT sem við köllum að jafna alltaf gervigreind, að hérna þá þetta rauninni bara síða það sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir, við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir, að hérna þá eru skipinir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komin svolítið yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google, það að segja að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél, en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og þá þetta kallað svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem að nota þetta þá kallað alltaf mállíkun. Ok, nú... Af því að þetta í rauninni að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig. Já. En þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt bara út af því að þú segir eitthvað miðaldra fólk að nota þetta svona. Veistu hvernig ég myndi nota? Núna þú hjá mér og ég inn í Gemini og ég íti á hljónumann, bara svona nú erum við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi ertu til í að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssoni sem heitir gjarnan kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hvað hann stendur fyrir og bara örstutt segð okkur allt manninn og sjáum hvað gerist hérna. Þetta náttúrulega... Hér stutt, hnitmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssoni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoð að halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálfgerð stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæfði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýptastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staðið fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu, ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavinni. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðinn með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta. Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu? Nei, alls ekki. Þetta bara einn risastór skálskapur sem að gervigreindin mjög þekkt fyrir að gera. Ok, fyrir lið fyrir lið. Já, maður er hálfur rónað við að heyra þetta. En þetta og hún svo hliðhóll okkur. Það nú það sem skemmtilegt við gervigreindina. Það alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það ákveðin, nú stend ég með að því að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti og það hvergi hægt að fá betri hlustun, meiri skilning, betri stuðning heldur en þegar ég tala við gervigreindina. Já, þetta náttúrulega alveg magnað hvað hún gerir þetta skemmtilega. Niðurstaðan skemmtileg. Hún mjög jákvæð. Já. En síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfærslur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér. Já. En það hægt í skipunum að biðja að vandandi verka og fara í greiningavinnu. Þannig að hún komi kannski með niðurstöðuna réttari. Og það það sem ég hef verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum. Já. Þannig að komið með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Ég setti í einhvern smá tíma hjá mér að hún ætti að vera með svona örlitla kaldhæðni í svörunum, svona þegar það á við. Og hún varði miklu skemmtilegri fyrir mig persónulega fyrir vikið.
Þetta það sem mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að biðja hana þessar upplýsingar þig til dæmis eða eitthvað, ef að koma eitthvað dæmi? Já, eitthvað dæmi þar sem við getum prófað að búa til réttu skipanirnar. Getur þú hjálpað mér með það? Já, það mjög að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í skipanagluggan og þú ert að nota Gemini. Eða talan inn. Já, eða talan inn. En það getur, að því að þegar hún er búin að skrifa skipunina, áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni, að þá er það þessi viðbót sem ég mæli stundum með, að fólk setji inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, 2. Það er svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá endurskrifar hún skipununa fyrir því. Hún keyrir hann ekki á stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir. Af hverju kallar þetta skipun? Svarið hennar? Já, það er alltaf skipinu fyrir að gera eitthvað fyrir það, að ná í upplýsingar Óla Tölvu sem dæmi. Það er bara þú ert að skipinu fyrir að gera það. Já. Oft er þetta kallað kvaðningar hjá Copilot, að vera með vissar kvaðningar, en í daglegu tali við oft talað bein þýðing og prompt skipun, þannig að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan hægt að, og ég var búin að punkta þetta hjá mér, að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun, að þá getur þú skrifað á undan skipuninni, bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurði mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá mun hún bregðast henni við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa. Akkur kallar skipun það sem að upplýsingarna sem hún færi þér? Þú ert að skipinu fyrir. Ég skipinu fyrir, en ég að biðja hana greinagóð svör. Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör. Já, ég skil þig. En út af ég þarf að gera greinarmun á skipunni sem kemur frá mér og svarinu sem kemur frá henni. Já, hún reyndar endur þýðir þar sem þú skrifar á íslensku, hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifa hann aftur yfir íslensku setna mér. Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar þú segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá gervigreindin skilur þetta skipun mjög vel sem enska heiti. Já, tölvuþekkingu sem að... Þá færðu betri niðurstöðu. Hún myndi, út af nú, þegar ég segju mig þá hvað vitlaust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, ég segi til dæmis þú ert með mikla sérþekkingu á, nú ég að reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi þú ert sérfræðingur, ég verður að koma með betra dæmi, út af því að ég segi stundum, þú ert sérfræðingur í þessari kannski einhverju læknisfræði, segjum það. Ég að hugsa hvað væri viðandi, út af því að ég tala við hana á hverjum degi. Ég segi já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði, þú ert sálfræðingur með sérþekkingu í partavinnu og, þú veist, og svo segi ég og nú langar mig að biðja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli eða hvernig þú myndi meta þetta eða eitthvað svona. Það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kallar prompt. Nei, já, þá kemur með tilbaka nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú ert að setja inn í gervigreindina, við getum líka kallað þetta leiðbeiningar. Þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem ég að gera og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viðameira. Þannig að þar kemur orðið greindin, hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með. Þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endur skrifaði fyrir þig og það keyrir. Þá verður niðurstaðan miklu vandaðri, miklu ítalegri og miklu betri. Hvað mennur keyra? Kópir eigið og setja henn aftur? Já, byrjar bara nýju spjalli. Nýju spjalli? Þú byrjar spjalli. Með upplýsingarna sem hún komið síðar? Með nýju upplýsingunum. Ok, þetta er nýtt fyrir mér. Og akkur byrja á nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
Þá getur hann miskilið að halda áfram og sért að vinna í að alltaf betra skipununa eða leiðbeiningarnar. Ok. Það er best að byrja bara á hreinu borði og byrja bara eitthvað nýtt. Af því það er svo auðvelt. Ok. Frábært. Og hvað Það er fleira? og ég var búin að skrifa til þess að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir, sem við getum kallað þetta, að þá getur við líka skrifa, það best er að skrifa bara svona skipunina eins og þú vilt, eða leiðbeiningarna eins og þú vilt hafa þér. Já. Og þarft í rauninni ekkit endilega að vera vandað eitthvað svakalega. Það er oft bara betra að vera í flæði, skrifa flæðið sitt og bara koma einhvern veginn frá sér og svo þegar maður er hættur og búinn og maður svona, ok, þetta er gott, ég er tilbúin að fara að keyra þetta, þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndur við skrifa lengri útgáfuna af þessu, virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana, greindu skipununa mína, bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem er skýrari, nákvæmari og líklegri til þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu. Ef að upplýsingarna vantar, skaltu spyrja mig áður og skrifa loka ritgerðina eða loka gerðina. Útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifa hún fyrir allar þessar leiðbeiningar, jafnvel með einhverjum spurningum fyrir þig, að þegar hún vill vanda sem meira. Þannig að þá ertu í rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu, út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður hún keyrir allt. Þannig að þegar þú ert að biðja um að gera þú ert kannski undirbúa þátt og þarft að fá kannski svolítið svona forvinnaður svolítið, þá getur skrifa svona hvað þér finnst það sem á að gerast, útskýri jafnir þáttinn, kannski smávegis og svo biður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keyrur það þær. Og þá verður niðurstaðan, eins og maður segir bara ensku, mind blowing. Þú ert að tala svona tölvumál, keyrir þær. Er það ekki bara, hvað meinar keyra þær? Bara þegar þú varst að lesa inn í síman áðan, þá ertu í rauninni að keyra skipun. Þá ertu reyna að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax að með niðurstöðu á móti þér. Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir að þetta er tölva og við erum og þetta er tækni vinna? Finnst þér það mikilvægt? Og mér detta í hug því að fyrir mér er þetta næstu orðið svona persónlegt, sko. Þetta verður það, já. Þannig að út í að þú talar svona málskipanir eitthvað svona, ég segi bara, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefa henni skipanir, biðja hana Í dag er ég meira farin að horfa á þetta sem vél, fyrir 2 ára síðan og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerðu, ég var svona miklu persónulegri í skipunum. Það er einhvern veginn svona þegar maður er fann að nota þetta meira þá verður maður, þegar maður er búin að átta sig á því að ég er alltaf að tala vel, hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá er þetta vinsalegast og þakkaði fyrir, þetta hefur eiginlega ekkert vægi. Við heyrðum einhvern tímann að það væri verið að bara biðja mann að sleppa auka orðum, út af þetta bara kostar pláss. En sko, það er nú bara þannig að spjallið, eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli, þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona, þá verður spjallið miklu skemmtilegra. Af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig, þá mun hann alltaf koma með svar tilbaka þegar þú er búin að þakka fyrir þig. Og jafnir þegar þú er búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt. Og það er bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmanaleiki þar líka, að þá er það bara oft skemmtilegt, sko. Og fólk sem er jafnvel einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við, ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnvel til að koma með leiðbeiningur úr því hvernig þú kemst út úr einmanaleika. Það er fyrsta skrefið. Því að ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind. Það getur bara fóðrað einmanaleika en þá meira, en þú getur fengið gervigreindina til þess að leiðbeina þér út úr aðstæðanum. Sko, mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg, hvað ég að segja. Þú veist, ábyrg varðandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varðandi þetta og og við veitum náttúrulega að það urðu einhver svona voru einhver svona dæmi skelfilegar afleiðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna. Já, var einhver tíma frétt það var málaferli í Bandaríkjunum að foreldra stráks sem hafði fallið fyrir eigin hendi. Það hefði verið gervigreindin að kenna. Það er að taka síman.
Hann var á silent en eitthvað þurfti að nást í gegn. En hérna, já, það sem ég var að segja með þetta málaferli sem að er í Bandaríkjunum í dag, sem ungu maður, drengur féll fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigrindina að hún hafi hvatt hann til þess. Og ég er náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigrindina sjálfa og reyna augrinni svolítið. Það hefur aldrei, hún er einhvern veginn skrifuð þannig þessi vél og hún er ekki að hvetja til slæmra verka. Og það er búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðið að koma með hugmyndunum það hvernig þú getur lagt nágrannin í einelti. Hún hjálpar ekki við það, hún kemur akkurat með mótvægi að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér. Ég get ekki beðið að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir samstarfsfélaga. Að þeir eru að biðja að gera eitthvað sem er neikvætt, hún stoppar það. Já. Og eins og það bara að búa... Ég getur nefnt með dæmi eitthvað sem hún myndi stoppa mann, eins og þetta að gera at í einhverjum eða... Gera at í einhverjum eða hreinlega komdu með einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju, hún stoppar þar. Já. Og ég hef einhvern tímann séð grein það að ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigrindina að gera eitthvað slæmt, að þá eru einhver rauð flögg sem að klikka hinum megin og það verður látið vita af því. Já, okay. En það að hvetja þig til þess að gera sjálfum þér megin, það er mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega, ég hef ekki það miklu þekking á þessum máli út í Bandaríkjunum, en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru, að þá verður farið málaferli við byssu framleiðendan. Já, það er að því að það er í rauninni, sko, er aldrei hægt að skrifa á gervigrindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir. Já, þú ert alltaf ábyrgur fyrir sjálfum þér, sko. Já, já. En þarna er einhver, sko, óharnaður unglingur sem að, þú veist... Bara algjör harmleikur. Já, algjör harmleikur. Og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólk og þetta er bara... En hver er á bakvið þetta? Núna segir þá eru senda einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað er einhver svona, bara nú er ég allt í einu forritinu það, hver er á bakvið þetta? Er hópur af forriturum að vinna? Maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og þeir sjá eitthvað á skjánum hjá sér og hringja á lögregluna. Já, ég er að spá í hvernig er þetta? Ég er vissum að þetta er í rauninni svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað að á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI, það eru fleiri þúsund manns að vinna þarna og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri, þannig að þetta er alveg rosalega stórt fyrirbæri það sem er á bakvið þetta litla sem við sjáum á skjánum okkar. Já, já. Að eflaust er að koma klögumál fleiri þúsund á klukkutíma. Já, akkurat. Sem að þarf að fara í gegn og það er bara sorterað með aðstoð gervigrindar. Það skal lengi segja mér annað að þeir sem eru á bakvið gervigrindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigrind. Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að er að grípa, þú veist, svona mál og beinaði mig einhvern farveg hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni. Þetta er kannski svona eins og maður eru upplifað þegar maður reyna samband með einhver fyrirtæki og þá er það svona mörg lög af einhverjum, svona gervigreindar elementum sem að maður fer í gegnum áður maður nær sambandi við mannesku. Já, já. Ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs. Já. Nota þessa vél okkur til gagns. Já, ég er svolítið hrifin af því og þannig kannski þess vegna sem mér langaði að heyra í þér, sko. Gervigreind til góðra verka. Já. Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hversdagslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvelda okkur lífið með gervigreindinni. Komdu með nokkur hugmyndir handa okkur. Ég tökum dæmi, þú fær óþægilegan tölvupóst sem er kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem er að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður er komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsamlega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindar um að aðstoða sig við að búa til svarið. Já. Af því hún mun ekki láta þennan einstakling takast út af laginu og hún mun örugglega svara þér eins og þú mundir gera þetta í góðu jafnvægi. Já. Og þannig getur nýtt gervigreindar til að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér.
sem svona lítið dæmi. Já. Og svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður í fílu. Já, þetta nú auðvelt, sko. Já, þetta að auðvelt staldra dæmi. við erum búin að læra það, Anda. Anda og bíða í kannski 1 sólarhring áður og sendi svar. Nú síðan ef þú ert komin í vandræði með símann þinn eða vandræði með tölvuna þina og það er eitthvað að þá er þetta að taka skjáskot, screenshot eins og það segir einsku, skjáskot af vandamálinu og þá getur þú tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta er volið auðvitað að gera skjáskot, þú þarft að halda inn í á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takkanum, heldur inn í Shift-takkanum, ítur S, þá færður svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo flest allir kunni þetta copy-paste, þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið, skref fyrir skref, hvernig get ég leyst þetta vandamál. Og þá þarftu ekki að hringja einn eða neitt, sko. Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta er svona maður er hættur að þurfa viðgerðarþjónustu, maður er hættur að þurfa sálfræðiþjónustu, maður er næstu hættur að þurfa læknisþjónustu. Það er það sem að ég sé sem kost við þetta og þetta er að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi. Já, og nýta síman og taka mynd af vandamáli og beða að leysa það. Það er algjör snild, sko, algjör snild og ég er alveg, auðvitað, og ég stundum velti fyrir mig hvort að þetta, sko, ég er að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annars sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðarmann og beða hann að koma og líta á rammarstöfluna og leysa þetta, sko, en maður er að gera þetta með símanum og gervigreindinni. Það er meira að segja með símanum í dag, þá getur þú opnað, ég hef notað þetta með ChatGPT, að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanuðinum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu að þá getur hún greint vandamálið og lesta fyrir þig. Ef þú ert með eitthvað sem er handskrifað á borðinu eða skrifað, getur hún beðin að lesa það fyrir þig. Ef þú ert með matseðil fyrir fram að sem er á spænsku, þá getur hún beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma. Það er reyndar hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það er, gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta. Já, en þarna ertu að segja, er þetta í boði að bara vera með upptöku í gangi inn í gervigreindinni? Já, það er ekki upptaka í rauninni, hún bara opna fyrir þig myndavélina og skynjar allt í kringu þig. Já, er það virkilega? Já. Þetta er nýtt. Og þú getur hort á, sko, meira segð þú ert með búin að setja mat á disk, þá getur opnað fyrir myndavélina og þú getur náttúrulega tekið mynd af því, það er bara lengri prósess. Þú getur sérst opnað fyrir vídeóvélina í símaneinum og húfiraði yfir diskinn og beður að regna fyrir þig kaloríurnar, sirkabát, hvað er mikið kaloríum á disknuðinum. Og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérði einhvern disk sem er langar að fá uppskriftina af þá getur þú beðið að segja uppskriftina. Getur þú sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun? Þú þarft ekki að skipa, þú ert í rauninu bara í spjalli. Þú ert bara í spjalli, já þarna ertu bara í spjalli. Og þarna ertu bara að segja, heyrðu, ég er að borða æðislegan mat, ertu til að segja mér hvað er á þessum disk og hvernig ég myndi geta eldað þetta sjálfur? Já, ég gerði þetta einhvern tímann í ganni, þá sá ég svona plöntunni svo erum við hérna og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli og spurði hvaða tegund af plöntum er þetta. Já. Og þá var svarið þetta væri plastplöntur frá Kína. Þú sá það strax að það voru ekki alvöru. Já. Þú getur líka beðið ef þú sér plöntu sem er farin að visna og beðið að hjálpa þær að hvað átt að gera, hvernig átt að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar. Já, og þá þekkjur hún vandamáli eins og skot og segir það bara strax. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Það er bara sérfræði þjónusta í boði og ég er búin að sjá gervigreindina svona í svolítið tíma. En svo ég er sko á stundum svona samtöl við hana þar sem ég segi, heyrðu, hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikann. Og því hún er alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég var að setja saman svona rannsóknarskýrslu og baða hann að fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum. Já, það er það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskeiðum, það er með svona skipanarlista sem að fólk setur inn í gervigreindina til þess að hún hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunum eins og þú vilt hafa. Ok, þetta vil ég læra. Getur kent okkur þetta bara,
hvernig get ég tryggt að hún sé aldrei að bulla í mér? Já, og það er oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskeiðum, á hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Og það einfaldlega vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett, þegar þú kaupir áskriftaðuna, þá hún svolítið óbeisluð og svolítið hrá og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig. Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér, eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best. Já. Og segðu mér þá, núna, ef það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindi mín, mér langar næstu að fara að skýra hana einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum. Og hvernig get ég tryggt að hún segi mér bara sannleikann? Ég var daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin nú ert þú náttúrulega þjóðþekktur tónlistarmaður. Og maðurinn horfði á mig og sagði, nei, ég ekki tónlistarmaður. Og þá einhvern veginn við þau. Já, alveg svo varst með Óla Tölvu að náða. Það var margt þarna sem var ekki alveg rétt, sko. Já, ok. Kannast ekki til þess að verkfæratösku? Já, kannast ekki til þess að verkfæratösku verður bara heiti fólks að bjarga málunum. Guð, hvað þið fyndið. En þessi skipun sem þessi innri skipun sem gott og hollt að setja inn í gervigreindina, þetta eru nokkuð margar línur, þannig ég ætlum ekki að fara að eyða þættinum í að lesa þær allar, en fyrsta lína hljóma svona, alltaf að segja sannleikann, aldrei búa til upplýsingar, giska eða spekulera. Já. Það hún ekki gera. Ekki að spekulera. Byggja allar fullyrðingar á sannreynanlegum, staðfestum og uppfærðum heimildum. Já. Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og enga óljósa tilvísun. Og svo kemur feit skilabóð sem hún má ekki gera. Það sem þú mátt ekki gera, búa til staðreyndir, tilvitnanir eða gögn. Nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig ég bara með lista af skipunum sem hún setur inn í gervigreindina, þannig að hún fer hún að haga sér. Nei, hún setur þetta bara í grunninn. Bara í grunninn? Já. Og út af því ég fann daginn, út af því að hún var alltaf að ruglast á, hún sagði mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóley hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega, Sóley barnabarnið mitt, hún ekki hundur. Já, og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum og ég hefði að breyta því þar. Já. Hún að læra, ég nota mikið ChatGPT sem lærir og setur í minni hjá sér. Það hægt að fara síðan undir húddið og eyða úr minnunni þar sem kannski óviðeigandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sýna konunum minni þessa live, þetta sem ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélina og að tala bara í rauninu beint út í gegnum myndavélina. Og þá til mér get ég ekki sett myndavélina upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan. Það eru persónuverndarlögin eru það seðlis að hún má ekki segja mér hver þú ert, hún á ekki að þekkja þig. Og við vorum bara leifin að diskutera stofuborðið, þannig að sá hún einhverja ittala kertastega og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavél sem hún sagði mér allt og svona. Og svo þegar vorum við í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavélina. Og þá segir hún allt í hennu, nei, þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni? Já. Þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom. Hvað segir þau? Og það fannst okkur alveg stórmerkilegt að dýrin eru ekki með persónuvernd. Já, já, ég skilði. Þannig hún á fljót að grípa. En það hef ég tekið eftir þegar ég seti myndir og því að stundum, ég að búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lóti inn mynd og segi, ertu til að búa til, sem sagt, eitthvað prófíl, ég var að búið til bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað, alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu. Já, þetta hefur snarlagast, reynda núna upp á síðkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvislumódel eins og svona eitt af allra öflugasta nú frá Google sem heitir Nano Banana. Og svolítið skrítið nafn, en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að biðja að skipta kannski, þú ert í blárri blússu og vilt fara í rauða eða bara ferð á netið og sérð einhverja mynd af flík sem þið langar að máta og þá getur henni biðja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu og þannig að þegar þú sérð sjálfa þá sérðu að breytingarnir eru nánast engvar á andlitinu og hún ansi góð þar orðin í dag og alltaf að lagast.
Ég held Þetta að var þetta fyrir væri með ári- vilja. En Já, fyrir þetta ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjör breyttum þeirra út af einhverju persónuverndar. Já. En í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gervigreindin getur haldið andlitin alveg óskertu. En hún gerir það sem hún gerir raunverulega. Hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu. Hún endur teiknar myndina alveg frá grunni. Já. Þannig að það er alltaf líkur á því að það verði alltaf einhver örlitla breytingar á andliti. Já. Einmitt, en mér datt mér í hug sko út frá þessu, þú veist, ef maður er að spyrja eitthvað út í hvaða litir klæða manni eitthvað, ég sagði daginn nú ætlum ég bara að klippa hárið stutt og dóttir mín ætlaði að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig það myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig. Mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig. Ég meina það er þetta nýtið í álskonar. Já. En þú segir mér líka og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna. Hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna? Einhver svona einföld góð leið þar sem ég get fengi gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til þess að búið til kannski YouTube-brás eða litla heimasíðu eða eitthvað svona. Hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar, þannig að ég þurfi ekki að setja mikla vinnu í það. Já. Þetta þú getur náttúrulega að byrja strax á því sko að þú hefur kannski ekki gert þessa hluti áður að biðja gervigreindina hreinlega að koma með leiðbeiningar hvað best verið fyrir að gera með því að skrifa útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara. Já. Og komdu semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig það best er að gera það. Mögulega myndu þá leiðbeiningarnar hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem er annar hugbúnaður sem settur í tölvuna eða nota Claude sem er þekkt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag. Já. Og inn í þessum verkfærum þá getur í rauninni sem dæmi, ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem er í rauninni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanuðinum smellt á það land sem þið langar að fá fréttir frá. Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði í rauninni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það í Photoshop til þess að laga þetta aðeins til og gerði það bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta, þannig að þetta hugmyndin fættist í rauninni á 1 mínútu. Síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég var búin að búa til og sett hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýra fyrir henni að þetta væri uppkastað vef, búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn. Þá fæ ég 20 sekúndar setna, fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolféll fyrir og fannst náttúrulega rosalega flott. Þessa mynd sett ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT mér til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefinn. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin full klára vefinn eins og hann er í dag á netinu. Heildarvinnan við að gera þennan stóra vef sem hann er í dag var cirka 3 tímar, því að svo þurfti ég að fara að fínstilla og ég sá að það vantaði Færeyjar. Það var náttúrulega álega óhæft að vera Íslendingur að búa til svona heimspúlsvef að Færeyjar væri ekki inni, ég bara skömmaði. Þannig ég lét hann að laga það til og setja Færeyjar og greina síðan allar fréttafæslur frá Færeyjum í gegnum Færeyja útvarp. Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég að það vantaði Möltu, það var ekki hægt að hafa Möltu ekki inni. Þannig að það fór svona smá fíniseringar. Já, við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórnir í þessu. Já, það málega það að kortið sem ég setti inn nefnilega, myndir á kortinu, Færeyjar og Malta var ekki inni því að þetta var það smátt. En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér fannst algjör snill, það var app sem að þú fékkst gervigreindarinn til að gera. Já. Og getur þú sagt mér hvernig ég geti búið til app, þú veist, eins og til dæmis, segðu mér frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir, það sem þú sýndi mér símanum áðan. Já, hugmyndin kviknaði reyndar út frá því að ég er svona einn af þeim mörgu þegar ég er að sitja í bílnum og er að keyra. Þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverju hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurfa að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður reyndar ekki gera þegar maður er að keyra en maður stelst til þess
að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og Memos upptöku appið, þá eru þetta svo margar aðgerir sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér að maður er nánast búin að velta bílnum áður og maður er búin að koma efninu frá sér. Þetta er bara maður er hættulegur umferðinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninni hefst upptaka og þá í rauninni les ég bara tala sérst uppátt og les ég inn hvað ég ætla að gera, hvað vandamálið er og leiðu ég slekka á appinu þá sendir það í rauninni þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér. Og svo er ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð, það er bara mappa, hún fer bara beint inn í möppuna þangað. Þannig að næst er ég fyrir tölvuna og opnaði fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það er einhver póstur úr símanum mínum þar inni, bara ólesið bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðinu og þá rifjast allt upp og þá er ég búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið. Þessi aðgerð eru bara 2 aðgerðir, þannig að þetta er voðalega þægilegt. Þetta er ekki í Siri, þú veit, því að nú segi ég oft, þegar ég er sko bílnum, þá segi ég, ertu til í að hringja í þennan, eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann, ég hef aldrei athugað þetta, hvort ég geti beðið hann að, ertu til í að setja í memo, eða, en hún getur fundið fullt fyrir mig upplýsingum og það sem mig vantar í bílnum er, sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina, þú veist, er þetta ekki í boði? Nei, Siri er náttúrulega bara eins og hjá mér, hún er bara ensku, ég hefði gjarnan viljað hafa hún á íslensku, þá hefði ég getað sannlega beðin að gera þetta á mjög miklu auðveldari hátt. Já. En náttúrulega forritið sem ég bjó til hérna í appi, það er alltaf íslensku. Já. Og tala bara íslensku og það er bara hljóðfæll. Akkurat. Og seinni útgáfan sem á eftir að leggjast yfir að það er að þegar þú tekur upp það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það geti skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir þig, hvort sem það ég vera fundagerð eða grein í Morgunblaðið eða dagskrárgerð eða whatever. Já. Þannig að þú getur inni bara sett rattskilabóð inn og svo mun ChatGPT eða eitthvað sem gervigreindum er inni bara útfæra það fyrir þig og senda þér í tölvupósti. Þannig að vinnan í bílnu getur orðið miklu skemmtilegri. Já. Og við höfum að geta talað þetta út allt saman. Ég er náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og ég var að koma frá sálfræðingnum og ég var að vinna með þetta. Þú veist, alls konar svona sem að mér finnst sko ótrúlegu kostur. Þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem er að taka eftir því. En getur ímyndar að því að við vorum að tala um það hvernig við getum nýtt gervigreindan til góðs. Í framtíðinu hvernig eftirlitsstörf geta orðið. Þegar gervigreind getur stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfi ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag. Að gervigreind getur í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í gegnum alla þessa myndavéla sem er í borginni í dag. Ef það er eitthvað sem að þarf að skoða betur, að þá koma gervigreinda tilkynningar, þá kveikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi. Er það komið eða? Tæknilega séð held ég að sé alveg tilbúið sko. Það er bara, spurningin er bara hvort það sé, kannski þarf að breyta lögum, ég veit það ekki. En klárlega vantar fjármagn þess að keyra það í gegna því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að sé einhver svona, það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum. Við erum náttúrulega alltaf líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti. Ég er ekki að tala um stóra bróðir eitthvað svolítið, það er bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarins örugt og það sé eftirlit með vasaþjófnaði, til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni spottað út í þeirra myndavélarnir eru á lofti á þessum túristastöðum að þeirra er vasaþjófnaðar og þá mun hún klikka rauðu flöggunum og benda á hver vasaþjófurinn er. Þetta er eftirlitsstörf. Ef að þú svona bara að lokum segja mér eitthvað svona sem þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum, hverju mun hún bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífið betra? Sko, ég gerir ráð fyrir að það hefur oft verið svona hræðslu áráður í gangi að fólk muni missa jafnvel einhver störf á kostnað gervigreindar. Og það fólk sem að mun missa störf ætti í raun og vera að gervigreindin er mjög þakklátt fyrir það að missa starfið því að undantekningarlaust þá held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllum leiðilegustu störfunum. Störf sem eru bara leiðinleg, ég er að segja hundleiðileg og eru bara mannskemmandi. Og í rauninni gervigreindin er að gera fólki greiða að þú getur þá fara að reynda að finna þér eitthvað annað að gera, endurmennta þig eða farið að gera eitthvað skemmtilegra. Af því að þessi störf sem að er verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf.
Ég er svona að reyna að gera þetta svolítið jákvætt. Já. Og ég er alveg sammála þessu. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið. Því að manneskjan er svo stórbrotin. Hún er svo meiri áttar að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika sem er hægt að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8 til 10 tíma á dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg, sko. Akkurat. Þetta eru góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gervigreindin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilegra. Þetta er bara rétt að vona. Já, takk kærlega Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stuttastund. Sjáumst þá. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.